Það svalur mánudagsmorgun norður í Hrútafirði og fiskivistfræðingurinn Helge Skólund og samstarfsmenn hans að hefja annasaman dag. Þeir eru hér eins og frægt orðið til að leita uppi og skjóta eldislax í köldu vatninu og það hálf súrrealískt að fylgjast með þeim athafna sig. Daginn áður hafði kafaraliðið mokað eldislaxi upp úr Hrútafjarðará. Þar veitust 17 fiskar i sama helnum, stokki. Ja, dette skjer også i et år der det har vært veldig lite villaks. Så det betyr at at det egentlig en spesielt ugunstig år at det skulle skje akkurat i år når det så lite villaks i elva. For da vil jo den rømte oppdrettslaksen utgjøre en større andel av ytebestanden, som gjør at den får en perfekt storm, da. At den får kanskje en spesielt uheldig påvirkning akkurat i år. Það farið hratt yfir. Ekið milli hylja leitað að fiski og reynt að landonum. Reynt. Því þótt eldislaxinn sjáist ekki alltaf auðvelt að ná til hans. Skutulbyssurnar drífa heldur ekki langt og áin getur verið djúp. Eftir að hafa farið ána var ákveðið að gera aðra atlögu að fyrsta hyl morgunsins sem nefnist surtur og nú með netaveiði. Og það bar árangur. Men jeg tror at vi fikk gjort en god jobb i Hrútafjæra, men spørsmålet om det kommer enda flere oppdrettslaks utover høsten. Eftir hádegishlé var keyrt vestur í Laxá í Dölum. Þar hæfðu kafararnir fleiri eldislaxa en aðstæður voru ekki góðar, hvasst og skyggni lélegt undir vatnsborðinu. Þessi aðferð getur komið að gagni þar sem staðhættir leyfa og veður. En það eru ýmsir hindrandi þættir og alveg ljóst að við getum ekki hreinsað upp alla eldisfiska með því að nota rekköfun og skutulbyssur. Sleppi fiskur úr eldisstöð eins og í Patreksfirði getur það ef umbúnaði hefur verið áfátt leitt til sekta á stjórnarmenn og framkvæmdastjóra og fangelsis ef sakir eru miklar. Matvælastofnun hefur vísað máli Arctic Fish til lögreglu.